Góðan daginn, þetta Salvör og núna ætla ég að kynna fyrir þér netskólan edX og gera það með að kynna eitt námskeið og fara í gegnum eitt námskeið sem uppsett á þessari netveitu og heitir Introduction to Open Education. Þetta námskeið 6 vikna námskeið og ansi gott og vel uppsett. Það gert af þeir sem að sjá námskeið og skipulögnar og kenna á því svona þungavíkta fólk í heiminum í samband við að opna menntun og brautryðjendur í að setja fram námskeið einmitt inn í svona múknámskeið og reynda fólkin þessi að Tímen sem einn aðal stjórnandi þessa námskeiðs, hann bjó til þetta orð múk eða það var til á námskeiði sem að hann hélt sem var svona stórt opið netnámskeið. Þetta námskeið liðið, því lauk í nóvember 2017 en það allt efni aðgengilegt en þá maður getur skráð sér námskeið og skoðað námsefnið en ekki auðvitað tekið þátt í nemendasamfélaginu þess að það ekki ennþá við líði en maður getur séð hvernig skipulagið var á námskeiðinu og það eiginlega það sem mikilvægast fyrir okkur á þessu stíði að skoða. En ég hvet ykkur til þess að skrá ykkur á önnur námskeið í gangi og taka virka þátt í nemendasamfélagi svona til þess að prófa á eigin skynni hvernig það En þetta námskeið einmitt svona svolítið sérstakt fyrir það að nemendasamfélagið og það sem að nemendur að gera, þeir að vera virkari en bara að svara spurningum. Þeir að skapa eitthvað og taka virkan þátt að búa til eitthvað svona samfélag með því að nota félagsnet og ýmiss konar kerfi. Í byrjun námskeiðsins þá fær maður að vita hvað á að gera og í hverju viku á nefandinn að búa til efni og hann á líka að taka þátt í að skrifa inn á félagsmiðla og ýmiss konar kerfi og nota ákveðið hashtag eða nillumerki. Tengjast því sem að kalla Learning Activity Hub. Þannig að þáttakendur á námskeiðinu þeir getur skoðað efni sem annar hefur sett inn. Fyrsta vikan, það byrjar á undirbúningi, svo það byrjar námskeiðir þannig að þú sér það eins og í Moodle ef þú þekkir Moodle og hefur inni í því þá stendur alltaf efst þá veistu hvaða námskeið þú og það námsþátturinn og svo undirþáttur og svo framvegis. Þannig að við erum inni í viku 1 námsefni og við erum að fara í gegnum námsmarkmiði. Og svo fyrir ofan þá getur þú séð þetta námskeiðið í heildina. Þú getur séð umræður í námskeiðinu, þú getur séð námsáætlunina og þú getur séð hvernig þér miðar áfram. Þú getur alltaf merkt við því að þetta námskeið yfir 6 vikur og hverri viku þá eru kannski margir tugir af námsgögnum, þá getur þú sett bókamerki þannig að þú auðvelt við að sjá. Og svo getur þú farið í next eða þrætti á milli og þú fær alltaf að vita hvað næst á döfinni. Næstur á döfinni vídeó og það kynning á þeim sem að sjá námskeiðið sem David Willey og Georg Siemens. Annað vídeó og það farið í hvers vegna skiptir opið efni máli. Þegar ég sé þetta alltaf YouTube-vídeó þannig að þú getur skoðað þetta líka á YouTube en takk ég líka eftir að þeir getur bæði hlaðið niður myndbandinu og líka textanum sem sagður á vídeóinu. Það gríðarlega fjöldi af myndböndum á þessu námskeiði en flest öll myndböndin allavega þau sem ég skoðaði svona kennarar að tala. Annað myndband og útskýringa og takið eftir að þessu umræða það semst Why Open Matter 1, Open Matters 2 þannig að hún brotið niður í staðan fyrir að hafa eitt gríðarlega langt myndband þá umræðan brotið niður í myndband sem ekki nema 10-12 mínútur hvert. Og síðan kemur þáttur sem kemur ofta á þessu námskeiði það sem svona eins og Advanced Organizer eða eitthvað svoleiðis þannig að þáttakendur námskeiðinu látin vita hvað sé í vændum, hvað hann eigi að gera svona seinna þegar líður á námskeiði og fer hann að vita strax í viku 1 að hann eigi að búa til námseiningu í 7. viku. Síðan næsta þá texti og það eiginlega allt efni það getur að þetta úr bloggi sem á þessari slóð. Þannig að allt efni sem á þessu námskeiði aðgengilegt á vefsíðum. Svona seinna mér og ég held að það sé eiginlega allt með opnu höfundarleyfi. Það eiginlega einkenni þessa námskeiðs. Það fjallar til dæmis opið höfundarleyfi. Einmitt fjallað það. Það komu fyrst svona
þar sem að þeir ræddu skipuleggjendur námskeiðsins, þeir ræddu hversu skiptir máli og opið og svo kemur vídeó sem eða myndband sem útskýring á hvað opið efni. Þannig að það ekki allt talandi að tala, það líka efni sem útskýringar á opnu efni. Það hægt að fara áfram og það enda allar vikur á þessu mikið námsefni sem fyrir henda þessu námskeiði, alveg afbragðs námsefni og allt aðgengilegt. Það ekki vísað í bara einhverja bókakafla, heldur allt aðgengilegt. Og þetta þessi námsefni á ýmsu formi. Bæði svona vísindagreinar og fræðigreinar og líka blogg og hugleiðingar, vídeó og svo framvegis. Og það opnast alltaf nýjum glugga. Það kemur hérna, þetta skjal frá OECD opið efni og þetta nú reyndar heil bók, 153 síður, þannig að það gríðarlega mikið, vísaði gríðarlega mikið efni eftir hverja viku. Þetta vika 1 á námskeiðinu og svo ef við höldum áfram þá kemur aftur vídeó og næst aftur vídeó og það Stephen Dawes, hann kemur í hverri viku. Þetta kanadískur kennari og skólamaður sem hefur verið gríðarlega öflugur í samband við opið aðgengi, annar skólamaður. Það í hverri viku mismunandi kennara fengnir, þannig að jafnvel þó þetta sé svona talandi höfuð þá þeir svona vel uppsettir, þannig að þeir vel uppsettir og skýrir vitnað líka ýmsar greinar. Í þessu tilfelli þá hérna fræðimaður sem útskýrir námskeiðið og sjáum að það aðeins öðruvísi, það svona merki eins og maður að skrifa eitthvað. Það hvað á að gera eftir viku 1 og það sem á að gera eftir þessa viku og reynda fleiri vikur, þetta alltaf það sama, að það á að ígrunda efni vikunar og skrá sjálfur hjá sér á bloggið sitt og nota ákveðið millumerki. Og ef þeir sem ekki hafa eigið blogg, þeir hafa möguleika að skrifa hérna fyrir neðan. Ástæðan fyrir að það lögð áhersla að fólk hafi eigin blogg að þá heldur það sjálft utan sitt eigin námsumhverfi. Mjög fjölbreytt, það svona vídeó hérna ýmsa greinar og síðan maður komin í viku 2. Uppsetningin mörguleyti eins og það byrjar, vikan alltaf settu eins upp, það námsmarkmiðin, byrjar á því og svo sé ég að það næst koma 3 myndbönd. Og ég held að byrja alltaf á svona talandi hausum eða svona eins og fyrirlesturum þeirra sem að sjá það ekki bara fyrirlestur, heldur líka svona eins og samræður. Þannig að það svona líka eitt, það reynt að hafa, þó að sérst að setja fram efni þá, já, efnið sett upp eins og svona samræður. Síðan öðru hverju kafla sem heitir Looking Ahead, það sem að sagt hvað maður muni gera. Nú við viku 2, það sagt hvað verður gert í viku 3 og hvað verður gert í viku 5 og 6. Það að nemandinn leiddur áfram með svona til að undirbúa sig undir hvað gerist. Síðan alltaf kafli sem heitir í hverri viku, kafli sem heitir Article to Read og allt efni sem þar það efni sem aðgengilegt á netinu, þannig að það mjög auðvelt fyrir nemandan að nálgast allt efni og það á svona ýmsu. Svo kemur næst vídeó og ég sé alltaf hvað kemur næst, það kemur myndband og þeir reyna greinilega að láta skiptast á myndbönd, þannig að þau séu ekki alltaf talandi höfuð, heldur líka myndbönd sem svona eins og til að útskýra hluti. Og þetta stop motion myndband, skemmtileg aðferð til þess að sýna og útskýra eitthvað. Næst eins og í öllum hinum vikunum þá kemur Stephen Dawes og með hugvekju höfundarétt hérna. Það svona samfelldni í vikunum að hann kemur alltaf með stutt innlegg í hverju viku, í þessari viku með 5 mínútur. Aðrir svona fræðimenn og skólamenn tala og öll myndböndin á YouTube og svo enda vika 2, hún endar á hvað þú að gera og það alltaf eins, það
að nemandinn á að búa til efni að þáttakandinn á námskeiðinu og taka þátt í námssamfélaginu og nota millumerki til að pósta á svona félagsnet. Og ef við förum svona í viku 3 þá er námskeiðið, það er svona keimlíkt, það er svona eins uppsett og ég sé eins og hérna þegar vantilega fara að fylgjast með að þá sér maður á þessari línu hérna, þá sér maður alltaf sko, þá er þetta svona eins og valmynd, þannig að ég sé að ég er í kaflanum objektív og ég er í viku 3 og svo sé ég að það kemur vídeó, hluti 1, hluti 2 og hluti 3 og svo kemur svona kafli sem heitir Looking Ahead, þannig sem mér er sagt sko hvað er framöndan í námskeiðinu, hvað á að gera í viku 3 og næst líka þá eru nemendur, þá fá þeir það viðfangsefni að þeir eiga að vera svona eins og talsmenn opins efni og þeir eiga að skrifa eitthvað sem að þeir eru að mæla með opnu efni, finna rökin sem að þannig að það er ekki viðfangsefni þáttakandinn er ekki próf, heldur er það reynda viðfangsefni þannig að þeir svona sjálfur verða að vega og meta og semja eitthvað. En takið eftir á þessu námskeiði, þá getur nemandinn alltaf hoppað hver sem hann vill. Hann getur farið í námskeiðið og hoppað það sem hann vill á námskeiðinu. Sko og farið í þetta í þeirri röð sem hann vill. Það er hægt að sá sem að skipuleggja svona námskeið og heldur að hann getur sett upp ákveðið kerfi sem að þú verður að taka í þessari röð, en í þessu tilfelli þá er allt aðgengilegt í byrjun og þú getur séð námskeiðið, þú þarft ekki að taka það þú getur horft á það í hvaða viku sem er.